Efst á baugi hjá okkur í kvöld bikarmeistarakeppni í torfæruakstri. Hér Þorsteinn Einarsson á ferð. Hann keppti í götubílaflokki og þeir kepptu nú á svokölluðum skófludekkjum. Við geymum götubílaflokkinn þangað til í næsta þætti en við munum gera útbúnaðarflokknum góð skil. Þar sem til dæmis Þórir Sjött fór á kostum. Við hefjum þó leikinn á Íslandsmótinu í sandspyrnuakstri. Í útbúnaðarflokknum áttust þeir við Einar Gíslason og Gísli G. Jónsson. Og það var Einar Gíslason sem fór með sigur á hólmi í 2 ferðum hér örugglega og sigraði því í þessum flokki. Í mótorhjólaflokki voru 6 ökutæki skráð til leiks og til úrslita óku þeir Jón K. Gunnarsson og Ingólfur Jónsson. Það þurfti 3 ferðir. Það sá sem fyrr sigrar í 2 sigrar að lokum. Brautin var mjög laus í sér eins og sjá má og áttu mótorhjólamenn í mestu erfiðleikum með að hemja fáka sína. En það var Jón K. Gunnarsson sem sigraði í þessum flokki og minnkaði þar með forskot Ingólfs Jónssonar í Íslandsmeistarakeppninni. Í flokki götujeppa áttust þeir við Sigurður Jónsson og Þorsteinn Einarsson og þar sigraði Þorsteinn. Þorsteinn hér nær okkur og hann örlítið á undan hér. Þetta eru 90 metrar sem að eknir eru. Jón K.R. Jakobsson og Brynjólfur Þorláksson kepptu til úrslita í crosshjólaflokki og þar sigraði Jón K.R. Jakobsson örugglega og í forystunni í Íslandsmótinu í þessum flokki. Og í flokki fólksbíla voru 2 keppendur, Torfi Sigurbjörnsson og Birgir Birgisson og hér það Birgir sem hreppir fyrsta sætið. Og þá það opinn flokkur, þar kepptu Benedikt Valdísson og Hafliði Guðjónsson. Benedikt miklu fljótara stað en Hafliði með meira afl og því á undan þessa 90 metra og sigraði því í opna flokknum. Þeir kepptu einnig til úrslita í svokölluðum allt-flokki þar sem öll ökutæki mega keppa og þar munaði litlu að illa færi. Hafliði misti bílinn upp að framan þannig að hann hætti að stýra, fór yfir miðlinu og síðan út fyrir braut en þetta fór betur en á horfðist. Útbúnaðarflokkin í torfærunni. Hér það Haraldur Pétursson á handverkinu sem fer fyrstur í fyrstu braut. Þarf að fara hér inn í kvosin og upp fyrir þessi 2 dekk. Það mikinn mínus hér með því að fá bæði dekkin undir miðjan bíl. 60 stig mínus þarna og síðan komst hann heldur ekki alla leið og fær því 160 stig. Keppnin á Akureyri var eins og skemmtilegasta í sumar. Hér Finnur Aðalbjörnsson, betur þekktur sem vélsleðamaður. Hann nær að klóra sig hér upp fyrir dekkin, vel gert hjá Finni. En þetta laust og mikill hliðarhalli, 195 stig fær hann þó. Þá það Sigurður Axelsson, Fríður Greis. Lítill og nettur bíll. Sigurður tekst að komast hér upp fyrir en missir síðan loft hér úr hægra framhjóli og hans ferð verður ekki lengri í þessari þraut. Þóra Magnús Stefánsson. Þessi bikarmeistarakeppni haldin af Jeppaklúbbi Reykjavíkur annars vegar og hins vegar Bílaklúbbi Akureyrar. Það eru 3 umferðir. Í fyrstu umferðinni sigraði Gísli G. Jónsson í útbúnaðarflokknum en Ragnar Skúlason í flokki götubíla. Allar 3 umferðirna telja ólíkt því sem í Íslandsmótinu þar sem að eknar eru 6 umferðir en aðeins 2 þær bestu, 4 bestu hjá hverjum keppanda telja. Hér svo Helgi Sjött, hefur í sumar verið í þjónustiliði hjá Þóri Sjött en hér að keyra sjálfur eftir nokkuð hlé. Reynir Sigursson á kjúklingnum. Það sama sagan með hann og marga fleiri að hann nær ekki upp fyrir þessi 2 dekk sem eru þar að leiðandi mjög dýr keppendum. Aðeins 135 stig hér á þessari þraut. Einar Gunnlaugsson sigraði í
fyrstu torfærukeppninni í sumar á Akureyri sem var hluti Íslandsmótsins, fyrsta umferðin. Einar einn nokkurra manna sem eiga möguleika á Íslandsmeistaratitlinum í sérútmannaflokknum. Þar keppni galopin og verður framhaldið í byrjun september. 200 stig fær Einar hér, fór einn upp þessa þraut í síðustu keppni hér á Akureyri. Hún byrjaði að vísu ekki í þessum moldarbing en hélt þó áfram það bil hér. Hér kominn Ólafur Leósson. Hann einnig þjónustumaður í kringum ljónið og keppir hér aðeins þessa einu keppni. Sem sagt, nýliði. Og gerir hér góða tilraun til þess að komast alla leið upp. Fær aðeins 165 stig. Hann tapar 30 stigum á að bakka einu sinni. Þá það Þórir Sjött. Jaxlinn sjálfur á jaxlinum. Beygur á öllum fjórum og við sjáum hvernig hann krækir hér upp fyrir dekkin. Glæsilega gert, geysilega öflugur bíll. Og nú að sjá hvort hann fer hér upp. Já, hér munar bara hársbreyt 255 stig. Þá það Gísli G. Jónsson. Og aldrei þessu vant, þá ræður hann ekki við þennan hlíðarhalla, tekur þessi 2 dekk. Þó aðeins með öðru afturhjólinu sem þýðir 30 stig í mínus. Og hærra fer hann ekki, 195 stig. Er hann þá með úr fyrstu þraut. Þannig að Þórir Sjött með 255, Einar Gunnlaugs með 200, Finnur Aðalbjörnsson með 195 og Gísli G. Jónsson með 195. Stefnir í hörkukeppni. Gísli G. Sigurðsson og þessi bifreið loksins komin í almennilegt lag. Búið að stilla hreyfilinn og það vantar ekki orkuna. Og 175 stig. Vel gert hjá Gísla og að síðustu Garðar Hallgrímsson, síðasti maður í fyrstu þraut. Hér að reynslu að þessari bifreið, aðtöku hvort hann ætti nú að festa kaup á henni. En svo segir mér hugur að hann geri það ekki, þar sem að gengið hans var ekki sérlega gott í þessari keppni. Helgi Sjött brýtur hér báða vinstri öxlana, bæði aftan og framan og fer því ekki lengra. Klárar Reynir Sigurðsson. Helgi Sjött var í síðasta sæti eftir fyrstu þraut en hækkaði sig jafnt og þétt og hér fór Reynir upp og fekk 240 stig. Ólafur Leósson og bak við bílinn hans má sjá hund. Það mínum mati ætti að banna svona dýr á svona keppnum. Ég stóreyfa það að hundar hafi gaman af þessum hávaða og víðast hvar erlendis eru hundar stranglega bannaðir á áhorfendasvæðum á öllu mótorsporti. Einar Gunnlaugsson, hann fer hér upp með hálfan bílinn í gegnum endahlið og 260 stig. Vel gert í honum. Ólafur vinnur geysilega skemmtilega þessi bíll. Skortir aldrei orku. 240 stig eins og Einar. Og Þórir Sjött, hann hlýtur að fara alla leið eins og aðrir keppendur. Nei, 255 stig og 510 alls, aðeins minnkar nú forskot hans. Og Gísli á kókomjólkin og hann hikar hér augnablik, fær þó 270 stig. Og Gísli Sigurðsson. Gjörólíkur bíll frá síðustu keppni og hann fær hér 240 stig. Þessi bifreið gekk illa í síðustu keppni á Akranesi. Hann gengur vel núna og Haraldur Pétursson fer einnig alla leið. Og þá erum við komin í þriðju þraut. Þórir Sjött var í fyrsta sæti eftir 2 þrautir, Gísli G. Jónsson í öðru sæti og Einar Gunnlaugsson sem hér kominn var í þriðja sæti. Aðeins 5 stigum á eftir Gísla. En með meira forskot á Gísla Sigurðsson. Einar, ætlaði ég nú að segja, var með 460 stig en Gísli G. Sigurðsson 415 í fjórða sæti. Hér vantar örlitla ákveðni hjá Einari, 245 stig.
Þá var það Þóri Sjött. Einar gerði nú sennilega mistök að bakka þarna, hann hefði nú getað farið heldur lengra til hægri. Það fljúga 30 stig við það að bakka. Þórir fer alla leið, vel gert hjá Þóri, 285 stig, hann hefur tekið 1 dekk. Einar fekk hans 245, hefði fengið 275 ef hann hefði sleppt þessu bakki. Það munar minna. Gísli G. Jónsson tapaði mörgum stigum í fyrstu þraut, fekk aðeins 195 á meðan Þóri Sjött fekk 255, hann hafði 60 stigum á og þá kannski eftir að verða Gísla dýrkeypt. Gísli hafði síðan betur í annarri þraut og í þriðju þraut fekk Þóri Sjött 285 eins og við sáum áðan. Þá var spurningin hvað Gísli fer hér hátt. Ekkert bakk eins og hjá Einari. Og hann læðir afturhjólanum upp á brúnina og nær sér í 280 stig þrátt fyrir að hafa farið þessa leiðina niður. Lendir hér með framhjólin í hólum og búið er að grafa í barðið og það er ekki að sögum að spyrja. En merkilegt nokk að sá varla rispu á kókomjólkinni eftir þessi átök. Gísli var hins vegar ekki alveg jafnviss hvar hann var þegar hann kom þarna niður því hann þurfti að horfa í kringum sig til þess að átta sig á því hvort hann væri uppi eða niðri. Það var það Gísli G. Sigurðsson. Þú sjá hvort hann saxar ekki eitthvað á forskot Einars Gunnlaugssonar. Hann gerir það án þess að bakka hér og fer hvert alla leið og tekur aðeins 1 dekk, 285 stig. Og nú munar aðeins 5 stigum á honum og Einari Gunnlaugsssyni í baráttunum þriðja sætið, Haraldur Pétursson. Hann er 400 stig fyrir þessa þraut, á því möguleika á 700 stigum og ætti þá að jafna Gísla Sigurðsson. Fari hann alla leið án þess að bakka eða snerta dekk. Vantar kannski örlítinn hraða hér. Úff. 240 stig. En breikkar bílið í fjórða sætið hjá Haraldi. Hægt og hljótt. Það er að Finnur Aðalbjörnsson. Sjá hvort að Finnur sýnir ekki hér nokkra vélstöða takta og fer bara alla leið. Nei, vantar örlítið hraða, kannski smeykur við það að fara aftur fyrir sig. Það var að Helgi Sjött. Hann braut 2 öxla í síðustu þraut og mætti ekki á réttum tíma í þessa þraut, þannig að hann fer aftur fyrir, sem þýðir það að hann á aðeins möguleika á helming þeirra stiga sem að þrautin gefur. Og hann hefði fengið 240 stig hér ef hann hefði mætt á réttum tíma en fær aðeins 120 stig. Það er ekki hægt að segja annað en að það gangi alltaf á afturfótunum, nema þetta stökk. Helgi kíkir nú aðeins þarna niður til þess að athuga hvort að hann sé kominn upp á brúnina og missir loft úr báðum hjólum hér hægra megin. Þú ert ekki alveg í lagi? Eða ekki? Heyrðu, vissirðu hvort þú varst kominn inn á brúnina eða hvort þú væri að fara niður aftur? Þú varst í loftinu? Þú varst að reyna að kíkja? Jú, ég kíkti svo niður. Þarftu að spána upp? Ég sá ég myndi lenda inn á þetta. Ég hélt ég myndi fara að lenda bæk. Þú gerði það nú eiginlega? Já, það er alltaf meiklar eitthvað aftur. Þú aftur? Verður þið meira með í sumar eða verður þið einu gerð? Ég veit það ekki. Ef að ég verður með nefnum einhver komið með gutt raskast af seðlum. Þá er það bara hér með lýst eftir seðlum fyrir Helga til þess að geti gert fleiri svona tilþrif.
Og þá skulum við renna yfir stöðuna eftir 3 þrautir af 6. Þórir Sjött efstur 50 stigum á undan Gísla G. Jónssoni og þá Einar Gunnlaugsson og Gísli Sigurðsson í 4. sæti óvænt og Haraldur Pétursson í 5. Bílaklúbbur Akureyrar elsta starfandi akstursíþróttafélag hér á landi og sennilega það duglegasta í sumar. Í júlímánuði gengust þau ásamt Bingda á veitingastaðnum fyrir götumílu svo kallari, þar sem menn reyndu fyrir sér innanbæjar Akureyri í 1/8 úr mílu. Við hér í Mótorsporti bíðum eftir því að samskonar keppni verði haldin hér innan borgarmarka Reykjavíkur. Og aftur í torfæruna, það eru 3 þrautir eftir og hér fer Einar Gunnlaugsson fyrstur í 4. þraut. Lendir hér mjög neðarlega og í lausu og með brotinn framöxul og fær því aðeins 90 stig og hrapar úr 3. sætinu. Ólafur Leósson var í 7. sæti fyrir þessa þraut. Fer hér vel upp fyrir þessi 2, síðan eru önnur 2 sem að þarf að fara upp fyrir, fær þau undir miðjan bíl. Og alla leið 240 stig og skýst upp í 3. sæti, glæsilegt hjá Ólafi í sinni fyrstu keppni. Þá það þannig sjálfur, Þórir Sjött. Ætti að geta nýtt sér beygjur aftan til þess að vera fyrir ofan þessi 2, en fær þau undir miðjan bíl. Það þýðir það að hann fær refsingu fyrir þetta. Fer alla leið, fær 30 stig í refsingu, 270 stig hefur hann út úr þessari þraut. Þá á Gísli einhverja möguleika á því að saxa á forskoti. Það voru 50 stig sem skildu þá að. Sjáðu nú hvað Gísli fer miklu hærra hér. Já, glæsilegt og fer hér fram hjá dekkjunum 2 á þess að snerta þau. Og í gegnum endarliðið og heil 300 stig. Það þýðir það að það ekki nema 20 stig sem að skilja á milli þeirra. Þá það Sigurður Axelsson sem fer hér á hvolf, ein af mörgum veltum í þessari keppni, rækir sér í 70 stig hér. Eiginlega óskiljanleg þessi velta. Og eins og oftast áður eða alltaf, vonandi verður það þannig í framtíðinni, slapp hann óskattaður frá þessu. Þá var að sjá hvað Helgi Sjött gerir. Nei, þetta þýðir ekkert að taka svona dekkin hvert á fætur öðru. Og þó að menn fari alla leið þá fær hann aðeins 205 stig. Og Reynir. Allt og neðarlega hér. Og fer síðan út fyrir brautina og upp á vitlausu stað og fær aðeins 100 stig fyrir þessa þraut. Það var komin í 5. og næst síðustu þraut. Það er Þórir Sjött, það er aðeins annar byrjunarstaður en endastaðurinn sá sami og í síðustu þraut. Og Þórir gefur ekkert eftir hér en Jaxlinn gerir það hins vegar. Og við þessa byltu skemmdist stýrisbúnaður, það er tjakkur framan á framhásingunni sem notaður til þess að færa hjólinn til og beygja. Hann kengbognaði og þetta þýddi það að Þórir Sjött varð að leggjast undir bílinn og gera við fyrir næstu þraut. Ætli hann sér sigur að þessu sinni. Hann reynir að klóra sig hér út úr þessu en hann vantaði hestlumuninn og aumingja vængurinn aftan á fær alltaf sína sömu útreið. Sjáum það að Þórir hættir ekkert hér þó að afturhjólinn séu farin að grafa sig inn í bakkann og það endar með því að þetta gerist. Já, í 3. sinn núna á 1,5 mínútum. Þá er að sjá hvað Gísli G gerir. Þórir Sjött fékk 265 stig hér. Munaðist 20 stigum aðeins fyrir þessa þraut. 265 fékk Þórir en Gísli lendir hér í hólun eftir hann
og fer ekki hærra og fær 250 stig. Hann tekur þetta dekkið í endahliðinu og það gerir það að verkum að hann tapar 15 stigum meira heldur en Þórir Sjökk þó þeir fari nákvæmlega jafnhátt. Og sjáið þið hvernig hann mokast yfir hann jarðvegurinn þegar hann er að lenda úr þessari byltu sinni. Hér, hann fer bókstaflega á bólakaf. Nú þetta var til þess að þeir fóru báðir inn í viðgerðarsvæðið og upphófst mikill slagur við það að koma jaxlinum í lag. Passar þessi tjakkur að framann? Já, við getum notað hann. Þannig að það er bara spurningum að festa hér aftur tótið og... Já, nú festi ég aftan og svo reynum að færa fækina framann. Það vil ekki meira en vinna á hann. Þannig að hann er viljandi sem hafði þannig. Já. Þannig ég ætti að geta drullast inn í tíðarutinu ef við náum þessu. Það var handagangur í öskunni. 6 menn unnu að viðgerð undir stjórn Þóris. Það var mikill hraði eins og sjá má. Nú er þetta mun erfiðari þrautin sem þið eru að keyra hér heldur en í keppninni í vor. Á þetta að vera svona? Á þetta að vera eins og þetta var í vor? Þetta er fínt svona. Bara skipulagningin. Sjálfur er ekki alveg í góð höndum. Við erum að keyra alltaf miklu inn á milli áhörenda og leið og pikk í grautar. Ekki skil. En grautarnar eru fínar. Það er svona sem að torfar á að vera. Já, sem erfiðust. Það er tilgáð inn, annars myndi ekki nennast ekki. Ég er gaman að þessu. Já, en ekki standaði að keyra Laugaveginn, sko. Og margar hendur vinna létt verk. En á meðan að Gísli G og Þórir Sjökk voru að baxla við það að gera við bílana sína, þó lítið hefðum komið fyrir hjá Gísla, þá voru aðrir keppendar að fá nánast hámarks stigatölu hér úr þessari þraut. Einar Gunnlaugsson 285 og Ólafur Leósson. Skulum sjá hvort að hann næli sér bara ekki 300 stig hér. Nei, ekki alveg. 285 stig og orðinn hörkuslagur á milli þessara tveggja þriðja sætið. Það endaði þó þannig að það var Ólafur Leósson sem lenti í þriðja sæti og Einar Gunnlaugsson í því fjórða. Hér er Þórir Sjökk kominn, aðeins með beygjur að framann í tímaþrautinni og hér var harður slagur. Fyrir þessa þraut munaði 35 stigum og hver sekúnda dýrmætt, þannig að Þórir var ekkert að hlífa jaxlinum. Nær síðan ekki þessari beygju hér og hér brotnar festing fyrir annað afturhjólið og hann fer upp hér kolrangaður að aftan, nær samt í 289 stig og þar með á Gísli ekki möguleika. Gísli veit það hins vegar ekki ennþá og ákveður að keyra eins og hann getur best gert og niðurstaðan var svo að Gísli G var það bil 2 sekúndum fljótari að aka tímaþrautina heldur en Þórir Sjökk og náði besta tímanum í tímabrautinni. Það má segja þeim Akureyringum til hróss að þessi tímabraut var nákvæmlega jafn löng eins og hún átti að vera og áhorfendur höfðu bara gaman að henni. En þetta eru sem sagt úrslitin í annarri umferð bikarkeppninnar. Þórir Sjökk í fyrsta sæti, Gísli Jónsson í öðru sæti og Ólafur Leósson en ekki Gunnar Egilsson í þriðja sæti. Slagurinn meistaratitilna milli Óskars Einarssonar sem var í forystunni fyrir þessa keppni og Einars Gíslasonar. Þeir tveir eru tengdir og það er sá eldri, faðirinn sem tekur hér forystuna en hér er kominn Sturla Jónsson, betur þekktur úr torfærinni fyrir skömmu síðan, ekki á þessu ári að vísu, með geysilega öflugan bíl með fjórhjóladrifin, en hann hins vegar dugði ekki úr keppnina. Úrslitin í teppaflokki eru það Einar Gíslason sigraði í flokknum og Óskar Einarsson varð annar og Einar Gíslason tryggði sér þar með Íslandsmeistaratitilinn í ár. Hér er Óskar Einarsson að gera allu að einum steinvegnum í kringum brautina. Í þriðja sæti var Hjálmar Hlöðversson á Cadillac og Sigfús Þormar á Plymouth var fjórði. Skulum sjá hér nokkur atvik úr undanriðlunum. Hér er það Sturla sem
gjörsamlega stingur keppinauta sína af í upphafi fyrsta riðils og í öðrum riðli voru átökin eins og venjulega í þessum flokki. Stórkostleg. Og þetta eru því úrslitin. Einar Gíslason sigraði og Óskar Einarsson var annar. Og þá heimsmet